Bogamaður góður, komdu sæll. Þá kom að spilunum þínum, þau eru tilbúin hér á borðinu til að spara tíma og ekkert annað eftir en að demba sig bara í lesturinn. Hér er manneskja sem er þungt hugsi, það geti verið þú. Kæri bogamaður, ef þú ert að hugsa stíft til annarra manneskju. Þú ert að fara yfir farinn veg og horfa yfir hvernig ykkar samskipti hafa verið í gegnum tíðina. Og það er eitthvað varðandi þessi samskipti sem að fær mig til að halda að þú sért að vinna í því að koma þeim á aftur. Þetta getur manneskja sem þú saknar eða einhver sem átti stóran þátt í lífinu og þú ert henni afskaplega þakklátur. Það geti líka verið rómantískar tilfinningar hérna því að spilin þín hér í heildina eru ákaflega rómantísk. Ég ótti að koma betur að því eftir sem að ég les áfram. Það sem þú ert að gera í dag er, hvað ég var að segja, þú ert á réttri leið. Það er ljós hér fyrir þig, framundan, birta sem skín, sem að þú getur fyllt áfram eins og einhvers konar leiðarljósi. Þannig að sýnin þín sem þú hefur núna, hún er akkurat sú sem er að virka fyrir þig. Það gæti hins vegar tekið svolítið tíma fyrir þig að komast á þann stað sem þú vilt vera á. En haltu bara óhikað áfram, kæri bogamaður. Þú færð aðstoð þegar að hennar er minnst vænst, skulum við segja. Þessi aðstoð gæti verið fjárhagsaðstoð og hún gæti líka verið í formi einhvers konar hjálpar. Og þetta gæti líka verið þú sem ert að aðstoða aðra. Gefa af ríkidæminu þínu, fólki sem hefur það ekki alveg jafn gott og þú. Því að staðan þín, kæri bogamaður, virðist vera afskaplega góð og þú hefur nóg til að gefa öðrum. Og það er staðfesting á því hérna í spilunum á 2 stöðum. Ef til vill er þessi manneskja sem þú hugsa svona stíft til í þörf fyrir einhvers konar hjálp og hjálparinnar er að leita hjá þér. Eða þetta sé manneskjan sem hefur hjálpað þér hér áður fyrr. Allavega. Plönin þín hér framundan, ég get ekki hort fram hjá þessu hjarta sem er hérna í miðri lögninni þinni, sem að segir mér að kærleikurinn er þér ofarlega í huga. Þú geti bara hreinlega verið ástfangin, kæri bogamaður, eða verið í þeim sporum í lífiðinu að þú ert búin að opna fyrir ástina og vilt hleypa henni inn í lífið þitt. Það er einhvers konar kjaftagangur í kringu þig. Ef til vill ertu í samskiptum við mikið af fólki. Fólk virðist hafa álit á því sem þú ert að gera og fólk virðist tjá sig það. Þetta getur líka bara verið samfélagsmiðlarnir, þar sem allir þurfa yfirleitt að tjá sig allt og oft á neikvæðan hátt. Það er mjög mikilvægt að þú látir það sem vindur meiri þjóta og haldir bara þínu striki. Samskipti þín við aðra mannesku, einn einstakling, eru það sem skiptir máli hér. Kæri bogamaður, já, sólin skín hérna sínu skærasta
og þegar sólin kemur upp í lögn þá skín hún yfir allt sem annars í lögninni, hvort sem það neikvætt eða jákvætt, magnar upp jákvæðu hlutina og minnkar þessa neikvæðu. Þannig að þessi spil þín eru einstaklega björt og falleg. Plönið þín verðast ætla að ganga upp og það mikil gleði, jafnvægi og hamingja hérna í spilunum þínum. Þú kemur sjálfur hérna upp sterkur í spilunum, verði ég að segja, sem kóngurinn í bikurum. Þetta vatnskóngurinn sem í vatni eins og þú ert vatnsmerki. Hann ekki alltaf í tengsli við tilfinningar sínar þessi, en með ákaflega sterkar og djúpar tilfinningar. Og það fittar alveg við restina af lestrinum. Ef þetta ert ekki þú, þá þetta manneskja sem í þessum fasa, skulum við segja, að vera að huga að tilfinningamálum. Þegar strax á eftir henni kemur hérna riddarinn í bikurum. Riddarinn kemur færandi hendi með tilboð og tækifæri á tilfinningarsviðinu. Eitthvað sem gleður þig, eitthvað sem veitir þér velíðan, getur verið hreinlega ástarjátning eða bónorð, ef ég á að taka svo sterkt til orða. Og enn og aftur kemur hérna upp spil sem talar það að hjálpa, að gefa og þiggja og skapa jafnvægi á milli þín og annarra manneskju. Það eins og þú hafi fundið jafnokaðinn eða einhvern sem hugsar á líkan hátt og þú. Og þó að hér séu sýndur kóngur og riddari sem eru karlkynsfígúrur, þá á þetta alveg eins við kvenkyns einstaklinga. Kynið skiptir engu máli, ég les bara eins og kynið sem á spilinu, segir mér. Þannig að, kæri bogamaður, ástin bara svífur hérna yfir vötnunum, kærleikurinn og gleðin, og ef að þetta eitthvað sem leiðir hérna til ástarskuldbindingar, þá óska ég bara til hamingju. Þetta kannski eitthvað sem þú ert búin að vera að íhuga í svolítinn tíma og núna loksins komið að þessu. Allavega hvar sem að það svona fittar inn í þína sögu, þá bara að gera allavega að sýna þolinmæði, því að þetta mun koma inn að lokum og kemur bara til með að gleðja þig. Hér færðu eitt spil. Sérðu þetta fallega stóra hjarta? Þetta svo sannarlega í stíl við allt annað sem hérna á borðinu. Hér stendur don't compromise, það að segja ekki fara einhvern milliveg. Settu bara skýr mörk, vertu ákveðin, sýndu hugrekki og segðu og gerðu það sem að þú ætlar þér. Þetta ekki tíminn til að fara bil beggja varðandi ástina allavega, því að þetta stóra fallega hjarta táknar að sjálfsögðu kærleikann í sinni fallegustu mynd. Og svo þessi fallegu gylltu vængir sem að segja mér bara að þetta að koma fljúgandi til þín. Ok, kæri bogamaður, ekkert hálfkák hér. Frábært að sjá. Síðasta spilið, bogamaður góður, englaspil. Engill sem kemur hér fljúgandi líka.
Ég á ekkert einast orð. Fyrirgefðu að ég skuli hlæja. Þetta bara gefur mér svo skemmtilega á óvart. Og vonandi þér líka. Þetta spil sem heitir gifting, brúðkaup, marriage. Hér bara verið að fagna hamingjusömu brúðkaupi, hamingjusamri tengingu, skuldbindingu milli tveggja einstaklinga sem að horfast hér í augu og ætla að styðja hvern annan í gegnum lífið. Kæri bógamaður, ég þarf eiginlega ekkert að segja neitt meira. Óska bara til hamingju með þessa fallegu lögn og ég vona að þetta gangi allt saman eins og þú hefðir óskað þér. Ef þig langar í persónulega spá bara fyrir þig, hafðu þá bara samband á Messenger í gegnum Facebook síðuna mína Ljós og kærleikur.